Góð skil. Músíkinni sem maður beið á skeljónum eftir að sjá í Skonrokki. Hver að vera til Danmörku? Fyrramálið. Á þú þessu tösku og ferð þú bara með? Ég vinnur í daginn. Ég veit að ég hafi verið. Góða ferð. Herðu, við erum að keyra í gegnum The Beautiful Central of Hafnarfjörður. Þetta heitir að rétt missa lestin. Genar allt varir og rassar, segja það í Danmörku. Þetta er sjúkætt. Þegar Bergsveinn Arlísson kom frá Danmörku eftir að hafa búið úti í smá tíma með foreldrum sínum, Beggi þótti nú alltaf frekar svalur, en eftir hann kom frá útlöndum og hafði búið þar og sleppti dönsku, þá var engin samkeppni eftir það hver væri aðalgæðir í bænum. 1986 var ég í þessum skóla hérna. Þessi skóli heitir Kristjánshavn skóli og ég var í svona dönskukennslubekk. Og það voru 30 manns í bekknum. Þetta var óaðmikið krakkar frá Miðausturlöndum og Pakistan og Írak og svoleiðis. Það má segja rauninni sá skóli sem að fæddast Begga sé skóli leðurklæddra blökkumanna. Bensínið með krókodíl. Takk skal ég hafa. Kennir það rétt það bara? Býðið 40 mínútur, við erum 40 mínútur á seinni, sko. Kann ég ekki höfð. Það kann ég ekki höfð. Þú getur verið hérna downstairs with the view. Downstairs with the view. Já, þetta er bara... Þetta frændi okkur Ólafsson. Bang og Ólafsson. Og þetta sé 80s en þetta er design. –1979 sumarið fórum við í
Kerlingafjöll, fjölskyldan. Bergsveinn, 6 ára. Það voru svona fjölskylduferðir, vikuferð, farað mánudegi og kom heim á föstudegi. Þeir sem bjuggu í Nýbólum, sem var einhverjir bústaðir, þeir voru með skemmtiatriði á þriðjudagskvöldi. Pabbi sjóaður í þessu, skipulagði allt saman, sönginn, hópsönginn allt saman á kvöldtökunni. Svo þegar kvöldtöka búin, þá dettur í gang í hringstiganum ofan á svefnloftinu og niður í matsalina sem allir voru að halda kvöldtöku. Rod Stewart. Músíkin hækkaði síðan aðeins. Niður kom Bergsveinn Arnaldsson, 6 ára gamall, með lagið If You Really Want Me and You Think I'm Sexy í bakgrunninn. Þá hafði hann, 6 ára gamall, skipulagt auka skemmtiatriði í lok kvöldtökunnar. Það var snemma beygðist krókurinn. Jæja, dagur 1. Góður dagur. Ja, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hjertelig velkommen til Skiden er det. Jo, glas. Ja, þetta er sjúkul. Berhús, hendur. Það er ekki maðurinn að mættur með hundinn. Hundurinn kom og heilsaði mér. Fór svo að bjassa. Bjössi beygði sig niður, setti rassaskórinn upp við nefið á honum og heilsaði honum að sjómanna síðan. Hundurinn bara yfirgaf svæðið, það var aldrei snillt maður. Það er ein af hljómsveitunum sem voru vinsæl á þessum tíma var hljómsveitin Katja Gugu. Hér kynnumst við fuglunum 5, Katja Gugu, sem fyrir stuttu flug á toppinn með þennan söng, svo kvaðum við í breskum popheimi, Too Shy. Meðal annars með lagið Too Shy. Too shy, shy, hush, hush, I, oh, I. Og lengi vel var söngvari í þessari hljómsveit maður sem að hét Læmal, en það var óþrjótandi uppspretta rifrilda á mínu heimili og svona í mínum vinahópi hvað Læmal hét. Sumir voru með Læmal, eins og ég, aðrir voru með Límal og töldu sig hafa áreiðanlega heimildi fyrir því að það ætti að segja Límal af því að Edda Andrésdóttir hefði sagt það í Skónrokki. En aðrir voru með af því að Límal er skrifað L-E-M-A-H-L. Það var svona þröngur en mjög ákveðinn hópur sem sagði að þetta segja þetta Límahíl. Og Límahíl-grúpan varð eiginlega sterkust og það var svona minna heyrst af henni í seinni tíð. A lot of famous people have been singing this one. Ah. Like John Lennon. Ja. Take one of them. Við byrjum á True Colors. Það er svona feelingurinn það er nokkuð nært. Taka svo Live to Tell á eftir, svipa lag, komið á svipa stig. Algjörlega. Og It Must Be Love. Byrja á þessu þrennu. Og sem þú veist að tala um alveg með Somebody. Hafa það svona þegar farið að rökkva og komið í ljósaskipti og feelingur. Svo borðum við. Við tekið netta sturtu og svo komum við smooth inn í upptökuferðli. Kafteinninn er að spyrja hvort við sem klárir í að taka fyrsta lag. Hvaða lag? True Colors. Eitt, tveir.
the sad eyes. Don't be discouraged, so I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when. Við sem komum best út eru kvenmannslög. Það er eitthvað, þegar Beggi syngur kvenmannslög, það er eitthvað mjög skemmtilegt í það. The making of a classic. Sko, það má segja rauninni sá skóli sem að fæddast sig Begga sé skóli leðurklæddra blökkumanna í þröngu leðri sem að þótti ekkert óeðlilegt við það að viðlög í lögum með þeim væru I'm a hoe. Og það er kannski svolítið forsmekkurinn af því sem áttum eftir að sjá seinna með hann Begga, að hann byrjar sem mjög hressandi viðbútt við mjög fátæklegt íslenskt tónlistarlandslag þar sem að blökkumaðurinn var mjög fjarverandi. Má segja að íslensk tónlist hafi verið mjög laus við blökkumanninn alveg framan af og það má segja að hljómsveitir á borð við þessar old school hljómsveitir eins og Acid Juice sem að Beggi var einn aðalgóðsinn í. Ég lappa niður í bæ, það var föstudagskvöld á þessari áfengis- og eiturlyfjaöld. Krakkar liggja fóta, dópaðir og dauðir, þar eru foreldrarnir kærulausu sauðir. Og fleiri sem byrjaði í lok 80 að gera rapptónlist og gerðu mjög skemmtilega hluti þar. Og þetta eru greinlega tímarnir sem að kannski neyddu ýmsar til breytinga og við getum rauninni sagt að breytingarnar sem átt sér stað hjá Begga, tónlistarlega, útlitslega séð og annað slíkt, hafi verið svipaðar hjá þessum manni, hressandi manni sem var upp á svipum áratug, var að gera góða hluti á svipum áratug og Beggi. Og það má segja að þú getur séð rauninni breytingarnar á Begga kristallast í þessum hérna. Að hérna sjáum við væntanlega Begga eins og hann byrjaði, helblakkur og góður að því, og hérna er hann bara hvítur ógeðslegur og metro 60. Og myndi ekki segja nei við eins og einn Volkan Koch Jangoinn. Viltu þetta? Somebody. Núna? Já. Það er annarkvæmt Somebody og Absolute Beginners. Verðum eiginlega að ná 15 niður í dag. Já, tökum Somebody núna, rennur inn og svo tökum við annar grunn. Já. Okay. Want somebody to share the rest of my life. Hvernig ef við ætlum að fá talibanska Mogadishu hornið inn í það track, hvernig að taka þetta okkur annar hljóðfæri en píanó? Spilað á annað en píanó? Spilað á annað en píanó, til að fara ekki alveg leiðina sem að Martin Lee Gore fór. Það er æðislega rót hérna. Prófum það rót. Ég hef eitthvað gott tilfinningu fyrir því að það myndi gera helviti mikið. Þetta er kvikindið sem umræðir. Framleitt í júní 82, eins og nýtt. En svona maður kemur. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone who'll stand by my side and give me support and do
bored. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted. She'll hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but in the end of it all, she will understand me. Oh. Lalli, þú ert sjúkur. Sitjum hérna og grillum tveimföldum. Don't ask me what you know is true. Don't have to Við erum búin að koma sjálfum okkar alveg rosalega óvart síðan við komum og lögin búin að taka svona nýja stefnu og að mínum mati fá svona persónulegri blæ. Þetta er svo mikið bara stemningin og þetta er svo mikið bara félagsskapurinn. Ég upplifði það þannig. Þannig músík er bara galdur. Næstur á ferðinni er ítalskur náungi sem kallar sig Gazebo. Hann gerði það heldur betur gott á síðasta ári því hann átti 2 vinsælustu lögin í Evrópu 1983. Annað þeirra heitir Dolce Vita, hitt heitir I Like Chopin og það flytur hann hér sjálfur. Við vorum að byrja að fara með stelpum að passa. Stelpurnar voru að passa og mömmurnar fóru á Broadway og einhverja sýningu, þú veist, eitthvað innflutt. Og það er bless, bless. Svo var hringt upp í Villingara í Breiðholtinu. Hey, þú erum farinn. Þá komum við á Vespunni. 4 á henni. Svo hjólaði í gang. Og sér þetta bara. Og svo var svona svolítið verið að fara í sleik og eitthvað svona. Í mómentið var það. Já. Og þetta, einhvern veginn myndbandið, Gazebo myndbandið úr I Like Chopin inn á sviga. Rainy days never say goodbye. Ég finn alveg bara Ég finn alveg lyktina af ylvötnunum frá þessum tíma og þessar bölki peysur. Maður sá brjóstinn einhvern veginn. Ég er búinn að þekkja Bergsvein í nokkur ár, þó nokkur ár. Sá hann fyrst á sviði á Selfossi með hljómsveitinni Sóldögg. Borgin fallin, sólin sest, stríðið unnið fyrir rest, himnar opnast, regnið hellir smiður. Reyndar er ég alltaf með hálfgerða minnimáttakennd eftir að Bergsveinn er búinn að koma upp á svið. Því að hann fer mikinn og er glæsilegur sviðsmaður. Can you imagine when this race is won and turn our golden faces into the sun? Þessi texti er alveg lýsandi fyrir
hvernig það var að alast upp á þessu 80s tímabili. Þessi kaldastríðs paranoia í þeim ótta að þriðja heimsstyrjöldin væri bara staðreynd. Þessi ótti við að Rússarnir myndu ýta á takkan, sko. Það var svo mikið í fjölmiðlum að það væru til kjarnorkusprengjur til að sprengja allan hnöttinn 80 sinnum, sko. Alphaville lýsir þessu óbúslega vel í þessum texta. Let's dance in style, let's dance for a while, heaven can wait, we're only watching the skies. Þá sé ég fyrir mig gaurinn vera sko bara, eins og þetta var þarna, voru bara allir að horfa upp í loft, hvenær kemur sprengjan. Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let's live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Jamen hej, jeg hedder Jesper Blæsbjerg Sørensen, og jeg spiller jo trompet på det her islandske projekt. Það alveg bara einstakt að fá að vera hérna í svo flotta umhverfi og flotta stúdíói og flottum félagskap og flottum mat og bara klikka. Meira. Hva? Er Gosi komið með Karlsberg? Þetta er bara miklu flott. Written on the pages is the answer to a never-ending story. No. A never-ending story. Já, þetta er alveg. In this fine line we grew up strong. I don't
alveg sjúkt. Við vann að strax þarna. Vá. Það var einhver sem hafði samband við mig frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég átti sem sagt að stjórna tónlistinni og ég man í pröfunum þá var nú bara einn maður sem kom til greina í mínum huga þegar ég prófaði strákana á sínu tíma og það var herra Bergsveinn Arilíusson. Hann er með einstaklega skemmtilega rödd og ákaflega skemmtilegan karakter í röddinu og ég hef alltaf heillast af söngurinn þar sem ég veit nákvæmlega hver er að syngja bara leið og ég heyri fyrsta tón. Og Bergsveinn er þannig rödd og þannig er hægt að líkja nú við marga karaktersöngvar eins og Rod Stewart og Eric Clapton. Fleiri sem eru svona karaktersöngvarar. Ég var svona alveg handviss það að þessi drengur, hann fær ekki út í einhvers konar tónlist þegar skóla líki þá myndum við nú missa miklu Íslendingar. Though I saw it all around, never thought that I could be affected. Thought that we'd been last to go. Nu går det i stora stunden her. Svo kemur þetta bara að verða þetta algjört krapp. Já, þú veit það það fyndið. Hvað segirðu Beggi? Sáttu þetta? Ég er ógeðslega sáttur við þetta. Ég er að gráti nær. Þetta hefur farið 714 sjómílir út fyrir mínar björtustu vonir. Ég hlakka bara til eins og Jónsson sagði sko, að komast aðeins heim og aðeins að anda og hlusta á þetta aftur og aðeins að lifa við þessu. Var þessu buxum? Ég held ég fari ekki, ég hef búin að vera náttbuxum núna í 5 daga. Ég held ég fari ekkert orðin úr þessu. Manstu, segir í 5 dagar, manstu fyrir 60 síðan hvort þú komst í náttbuxum? Ég kom í jakka fyrir þau. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, 2 worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years, and if I hurt you, I'll make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't.